Góðan og blessaðan hvíldardaginn, verið öll hjartalega velkomin og við erum með gesti, hjartalega velkomin öll og við skulum hefja stundina með því að syngja sálminn númer 72. Og við skulum syngja annan sálm og hann númer 387.
Ritningatextin er tekin úr fyrstu Mósebók, við skulum rísa á fætur. Fyrstu Mósebók, 9. kafla, 12. til 13. vers. Og Guð sagði, þetta merki sáttmálan sem ég gjöri milli mín og yðar og allra lifandi skepna sem hjá yður eru allar ókomnar aldir. Boga minn seti í skýin og hann sé merki sáttmálans milli mín og jarðarinnar. Við skulum lúta höfðum í bæn. Kæri sýki Faðir á himnum, þakka þér fyrir tækifærið sem við getum komið hér saman á þínum hvíldardegi. Viltu blessa okkur samverustundina, blessaðu ræðumannin og viltu vaka yfir kirkjunni þinni bæði hér og allstaðar í heiminum. Það eru víða miklir erfiðleikar og ég bið Drottina að þú vakir yfir börnunum þínum hvað sem er í heiminum. Bæði hitunum í Evrópu og víða og þessum hræðilegu náttúruhamförum í Venezuela. Bið þig sérstaklega að vera með fólkinu þar. Og trúsískinunum okkar sem eru þar, sem við vitum að eiga í miklum erfiðleikum. Kæri Faðir, þakka þér fyrir að þú ert við stjórnvölinn og við getum alltaf treyst þér og öllum þínum dásalegu fyrirheitum. Þakka þér fyrir það, kæri Faðir, og ég legg bara okkur öll í þínar hendur. Biðum að leiða okkur áfram veginn til þín og hjálpa okkur, mættum vera viðbúin þegar Jesú kemur. Takk fyrir allt í Jesú nafni. Amen. Og þá syngjum við sálma númer 395. Og þá komið að því við tökum upp gjafir og þær renna í held í safnaðarsjóð. Já, renna í safnaðarsjóð og þetta er frjálst.
kærleysiki Faðir á himnum, þakka þér fyrir að við getum gefið til þíns málefnis. Viltu blessa þessar gjafir og blessa þá sem gefa og gefa þær koma að góðu notum við þitt málefni í Jesú nafni. Amen. Takk. Og áður en að barnasagan verður sögð, þá syngjum við barnasálminn okkar. Krakkar, vil ekki koma hérna og setja fremst. Þið fá örugglega æðislega sögu núna. Good morning. Góðan daginn. Gleðilegan víðardag. I'll be needing your help with this today. Because the story I have to tell you, Það að segja ykkur sögu. I am not the one who's going to tell the story today. Ég ætla ekki að vera svo sem segir sögun í dag. You are going to tell the story for me. Þið ætla að segja söguna fyrir mig. Okay? Er það ekki í lagi? I need you to help me learn. Ég ætla að biðja ykkur að hjálpa mér að læra. So, do you think you can help me today? Getið þið hjálpa mér í dag? Takk fyrir. So, I'm really happy that today rained. Ég svo glöð að það rigndi í dag. Do you like rain? Finnst ykkur rigningin skemmtileg? Já. Because the story of today Sagan í dag about a special man that God asked him sérstaka mann sem Guð bað að to build something very big. að byggja dálítið Nói. stórt. Já, það rétt. Hann heitir Nói. I don't know if the church can see. So can you help? Kirkjan Nóa. Noah? Sjáuðu Nóa. Okay, Noah. Can you see? Sjáuðu Nóa. What? So what God asked Noah to build? Hvað bað Guð Nóa að byggja? An ark. Örk. What is this? Hvað þetta? And what is that for? Og til hvers þetta? Yeah. And why God asked Noah to build this? Akkur bað Guð Nóa að byggja þetta? Can somebody help me? Getur einhver hjálpa mér? Can be a big kid. Einhver stór krakki hérna inni sem getur sagt mér? Why was the ark for? Til hvers var örkin? Nobody knows. Veit ekki. Af hverju örkin var byggð? What was the ark for? Til hvers var örkin? To save all his family Fjölskyldunni and also og the animals. dýrunum. So God asked Noah, this man, to Guð- build an ark Guð bað Nóa þá að byggja örkina
Já. Mikrofon. Flott. And what has come to the ark? Hvað kom í örkina? What is that? Hvað er þetta? Kindur. And that? Hvað er þetta? Naut. Naut. Oh, what is that? Hvað er þetta? Hundur. Já. And what is that? Hvað er þetta? Hestur. Flott. Og þetta? Grís. Svin. Okay. And what is that? Hvað er þetta? Froskur. Okay, you are teaching me. I'm learning. Ég er að læra af ykkur, þið eru að kenna mér. What is that? Hvað er þetta? Kissa. Kiss. Okay, and what is that? Hvað er þetta? Fuglur. Já, birds. Yeah. Pavo. Þetta er kalkun. Kalkun er nafn á fugli. And how about this one? En Krokodilla. krókudíl. Do you think it came to the ark as well? Haldið þið að krókudílinn hafi komið inn í örkina? And how about this one? Kanina. And how about this one? Hænur. Okay. Flott. So now I'm going to need your help. Nú ætla ég að biðja ykkur hjálp. You are going to put Noah and the animals in this ark. Nú Can þurfum you að help me? setja Nóa inn í örkina og dýrin líka. Getið þið hjálpað mér? You take this Takk and þú put in þetta. here. Já, flott. Og setjið þetta inn í örkina. Já, you can put. Go. En þú? Mér langar ekki, já. Já. Put all the animals as God did in the ark. Já. All the animals put inside. Setjið öll dýrin í örkina. Oh, já. All of them here in the ark. Öll þarna inn. Já. Help me. Nei, this one is for later. Nei, við tökum þetta eftir. Thank you. All done? You can sit now. Nú skulið fá okkur sæti. Takk fyrir. So now that we have all the animals inside of the ark, what happened? Nú erum við öll dýrin inn í örkinni. Hvað gerðist svo? It started to Hvað svo? rain. And I'll ask the church for helping me make the sound of the rain. Við Everyone. að gera svona eins og rigningin. And it rained for how long? Hvað rigndi lengi? Hvað til lengri? Hvað rigndi lengi? 40 daga? 40 daga, já. 40 daga. So it Já. And when the rain stopped, En þegar rigningin... I didn't ask the church to stop the raining. Við erum að halda áfram. Let's make rain. Þegar rigningin hætti, hvað þá? Listen. And then it stopped. Svo hætti rigningin alltaf. And when it stopped, what þegar- God said to Noah? Hvað sagði Guð við Nóa þegar rigningin hætti? I will give you a special sign. Ég ætla að gefa þið merki, Já. alveg sérstætt merki. And all of you will be saved Og þið munuð öll in bjargast dry land. á þurrlandi. So after it rained a lot, Eftir að það var búið að rigna mikið, which sign did God give? hvað merki gaf Guð? Regnbogan, já. Regnbogin. Yeah, this one is still hard for me. Yes. Yeah. And this sign
En þetta tákn, is for all of us to remember today við þurfum að muna eftir þessu í dag, that God will never destroy að Guð mun aldrei eyða jörðinni the earth with the rain again. með regni aftur. And this is a sign that he loves us. Og þetta merkir að hann elskar okkur. And the story that I told you today Og sagan sem ég var að segja ykkur í dag is the same story Gustavo is going to tell all the church today. er sama sagan og Gustavo, presturinn okkar, ætlar að segja á eftir við okkur öll. So I'm going to give you this gift so you can color at home, Ég ætla að gefa ykkur þessa gjöf og þá getur þið lita heima og so you föndrað. can pay attention to Gustavo's story as well. Og þannig, meðan að Gustavo prestur er að tala, að þá getur þið líka verið að Just a second, hlusta. we're going to pray and then you can show. Yeah, yeah. So let's pray and then you can go. Og skulum við biðja saman og svo megið þið fara. Let's close our eyes. Við skulum loka augunum. Kæri Jesus, thank you for the sign that you gave us. Takk fyrir Jésús sólina sem þú gefur okkur. Please remember us, your love, every day. Viltu minnast okkar á hverjum degi? In Jesus' name, Í nafni Jésú. amen. Amen. Takk kærlega fyrir frábæra sögu. Gustavo, gjörðu svo vel. Elisa, það er ein stelpa aftast. Gleðileg kvíldadag. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Gleðilegan kvildadag. Feliz sábado. Oh, very good, very good. Finally, Loksins. we're back again with our series of The Lord of the Rings. Nú erum við komin aftur til sögu, Hringadrottins sögu. So we are tracing God's covenants throughout the whole scripture. Og nú erum við að fara eftir sáttmála Guðs í gegnum alla ritninguna. But first, I want to say hi for those who are watching us through YouTube as well. Áður en ég held áfram, þá langar mér líka til þess að heilsa öllum þeim sem eru að horfa á okkur á netinu. You're welcome. You're most welcome if you wanted to join us here as well in our church. Og þið eru líka velkomin að koma hingað til okkar í kirkjun okkar. And this time of the year, there's a lot of people that are traveling. Og það eru margir að ferðast á þessum tíma. It's summer vacation, so there's a lot of people who went out, like traveling abroad. Og það eru sumarfrí og margir að ferðast jafnvel erlendis. But there's a lot of people that are visiting us as well. En svo eru líka margir að heimsækja A lot okkur. of visitors, so you are most welcome as well here. Og þið sem eru að heimsækja okkur eru öll hjartalega velkomin. My name is Gustavo. Ég heiti Gustavo. I'm the pastor of this church. Ég er presturinn hér í þessari kirkju. And we started this series Og ég hóf þessa fyrirlestra röð in the beginning of the year. í byrjun árs. And this is the fourth time that we are gathering here for discuss this topic. Þetta er í fjórða skipti sem að við förum inn í þetta efni. And every time that we come back to it, I want you to remember one thing. Hvers skipti sem við tölum þetta þá vil ég að þið munið eftir einu atriði. That we are not studying some theological or philosophical concept. Við erum ekki að fara yfir einhvers konar heimspekiefni eða guðfræðilegt efni. We are meeting God here. Við erum að mæta Guði hér. A God who commits himself, Guð sem gefur sig allan, a God who binds himself, Guð sem bindur sig and a God who says, I will not leave you. og Guð sem segir, ég mun ekki yfirgefa þig. And before we go into today's story, as you heard with Mariana, it's about Noah.
Áður en förum inn í söguna sem að þið heyrið hjá Maríönu mun vera flóðið, let's take a moment and review the last episode. skulum við fara aðeins inn í Biblíuna og skoða, skulum fara að tók hvað við vorum að rannsaka síðast. And we started studying about covenants because one simple thing. Við fórum að rannsaka hvað sáttmáli vegna þess að það eitt einfalt Because of the text that is found in Jeremiah 31:31. út af texta sem að finna í Jeremíu 30:31. This is the only place in the whole Old Testament Eini staðurinn í öllu Gamla testamentinu that the term new covenant appears. þar sem að nefndur nýji sáttmálinn. And this is the text. Og þetta textinn. The days are surely coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Sjá, þeir dagar munu koma, segir Drottinn, að ég mun gjöra nýjan sáttmála við Ísraels hús og Júda hús. And in our last episode, that was back there in March, Og síðast þegar við vorum að tala þetta efni í mars, we saw the story of the breaking of the covenant in the Garden of Eden. þá fórum við söguna þegar að sáttmálinn var brotinn í Edengarði. We saw the consequences of sin entering the world, Við sáum hver afleiðing syndarinnar var þegar hún kom inn í heiminn, but we saw that God promised a seed or a descendant en við sáum að Guð lofaði afkomanda who would be hurt on the heel by the snake, sem að myndi vera særður á hæli af snáknum, but who would crush the snake's head later. en myndi hins vegar merja höfuð snáksins síðan meir. So we saw that God became vulnerable. Þannig að við sáum þar að Guð gerðist, hvernig maður segja, vulnerable eitthvað með orðið, svona viðkvæmur eða, I don't know how to explain vulnerable. Það var svona, já, viðkvæmur. And a God who asks the same of us, Og Guð hann ætlast til þess sama af okkur, to be vulnerable, loving and caring for each other. að við séum bæði viðkvæm og við séum kærleiksrík og sýnum öðrum umhyggju. And sadly, we saw another story last time Og því miður þá sáum við líka aðra sögu síðast of the first murder registered in the Bible. af fyrsta morðinu sem var ritað í Biblíunni. And the Cain's question to God Og þessa spurningu Kains til Guðs that echoes in our hearts to this day. sem að bergmálar í hjarta okkar í dag, Am I my brother's keeper? á ég að gæta bróður míns? And yes, we are. Oh, We are yeah. our brother's keepers. Já, við eigum að gæta bróðurs okkar. So I'm taking so much time in this beginning Ég að fara í gegnum þetta núna because we are launching the foundations því að við erum að leggja grunninn of what the covenant is undir það sem sáttmálinn and how it will evolve through history. og hvernig þetta þróaðist í gegnum söguna. So we are here at the bottom. Þannig að við erum hérna neðst í píramídunum We are building the foundations of og the covenant. erum að byggja ofan á þennan grunn. But after the next episode, En eftir næsta tímabil you'll see that the foundation will be well established þá munið þið sjá að undirstaðan mun vera mjög traust and everything will be more intuitive and easy to understand. og allt mun vera auðveldara að skilja. So now let's go to episode 4, the covenant with Noah. Förum að þætti 4 og það sáttmálinn við Nóa. I guess that most of us had heard about Noah's story Ég gerir það fyrir því að við höfum öll heyrt söguna Nóa. our entire life, Allt lífið, as Mariana told today to the kids, eins og Marja var að segja krakkanum frá sögunni. about Noah's ark, the animals and the flood. Nóa, örkinans Nóa, dýrin og flóðið. But with the lenses of the covenant, we're going to change a little bit of our focus. En nú skulum við einblína aðeins á þetta með nýrri sín sáttmálans. But to understand the covenant with Noah, En til að skilja þennan sáttmála við Nóa, we first have to understand the world in which Noah lived. þá þurfum við að skilja heiminn sem Nói bjó í. And that world is painted for us in the beginning
of Genesis chapter 4. Og í fyrstu Mósebók 4. kafla þar þessum heimi lýst. So last episode I told the history of Cain and Abel. Síðast var ég að segja sögun Kain og Abel We saw that Cain kills Abel out of jealousy. og við sáum að Kain drap Abel vegna þess að hann var öfundsjúkur And we already see how quickly humanity og við sjáum hversu fljótt mannkynið moved away from what God intended. fór frá því sem að Guð hafði ætlað í. But even in Genesis 4, En jafnvel í 4. kafla fyrstu Mósebókar, before things get really, really worse, áður en hlutinni verða ennþá verri, there's something that I want you to see. þá vil ég að þið sjáuð eitt. When God confronts Cain after the murder of Abel, Þegar að Guð tala við Kain eftir að hann myrðir bróður sinn Abel, Cain asks something really odd. þá spyr Kain að einu mjög skrýtni. Open your Bibles on Genesis 4, verse 14. Við skulum fara í fyrstu Mósebók 4. kafla 14. vers. Just for the record, keep your Bibles open on chapters 5, 6, 7, and 8 of Genesis. We're Við going skulum to study all of this today. hafið bara biblíun ykkar opnað þannig á þessum köflum 4, 5, 6 og 7. So Cain says, "You have banished me from the land and from your presence. You have made me a homeless wanderer. Anyone who finds me will kill me." Og hann segir, sjá, nú rekur þú mig burt af akurlendinu og ég verða felast fyrir augliti þínu og vera landflótta og flakkandi á jörðinni og hver sem hittir mig mun drepa mig. And what is Cain asking here to God? Hvað Kain að biðja Guð hér? He's asking divine protection. Hann að biðja guðlega vernd. Just after he murdered his brother, Bara rétt eftir hann búin að drepa bróður sinn, he says to God, "Please, I need protection. Anyone Nice. who finds me will try to kill me." hann segir Guð, ég þarf á vernd að halda, hver sem að hittir mig mun drepa mig. And what God does? Hvað gerir Guð? Open our Bibles. In the very next chapter, verse, I'm sorry. Förum í næsta vers bara við hliðina. God does not destroy Cain. Og drottinn hann eyðir ekki Kain. Instead, God puts a mark on Cain. Í staðinn þá setur hann merki á Kain And this mark is not a mark to shame Cain in any way. og hann setur ekki merki þetta til þess að valda Kain einhverju smán. It's a mark of protection. Hann setur merki verndar. Genesis 4, verse 15 says, "But the Lord said to him, Not so. Anyone who kills Cain will suffer vengeance 7 times over. Then the Lord put a mark on Cain so that no one who found him would kill him." Þá sagði drottinn við hann, fyrir því skal hver sem drepur Kain sæta 7-faldri hegningu og drottinn setti Kain merki þess að enginn sem hitti hann skildi drepa hann. So even in the judgment, Meiri segja þegar að dómur á sér stað, even toward the first murder, jafnvel gagnvart hinu fyrsta morðingja, God extends mercy. að þá réttir Guð út hönd miskunnar til hans. God protects the very man who just killed his own brother. Guð verndar þennan mann sem drap þó bróður sinn. This is the character of God that I want you to understand. Þetta þessi lindisengu Guð sem ég vil að þið skiljið. God is not a God of quick, cold punishment. Guð ekki Guð refsingarinnar sem að gerist bara á kuldalegan og snöggan hátt. God is a God who, even in the moments of this consequence, Guð meiri segja þegar að eiga sér starf afleiðingar he extends mercy. að þá veitir hann miskun. But if you keep reading En ef þú heldur the áfram að lesa, Bible, by the time that you reach a guy named Lamech, að þá komum við að manni sem heitir Lamek. just a few generations later, Þetta nokkrum kynslóðum síðar. we see the very opposite of mercy. Þá sjáum við akkurat öfugt við miskun. The violence has grown into something monstrous. Þarna ofbeldið farið að vaksa gífurlega. And I'm completely positive that today, even today in our world, Og ég alveg viss það að í dag we didn't see the violence that was happening in Noah's days. þá höfum við ekki ennþá séð ofbeldið sem var í gangi á dögum Nóa. Listen to what Lamech says to his wives. Hvað segir Lamek við konur sínar? In Genesis 4, verses 23 and 24. Förum í vers 23 og 24 í fjórða kaplanum. One day Lamech said to his wives,
Ada and Zillah, hear my voice. Listen to me, you wives of Lamech. I have killed a man who attacked me and a young man who wounded me. Lamek sagði við konur sínar, Ada og Silla, heyrir orð mín. Konur Lameks gefi gaum ræðu minni. Mann drep ég fyrir hvert mitt sár og ungmenni fyrir hverja þá skeinu sem ég fæ. If someone who kills Cain is punished 7 times, then the one who kills me will punish 77 times. Verði Kains hefnt 7 sinnum, þá skal Lameks hefnt verða 70 sinnum. This is a song, by the way. Þetta söngur í If rauninni. you go in your Bible's page, it is written as a poem. It's a song. Ef þið skoðið upprunalegu biblíuna, þá þetta skrifað eins og ljóð. And Lamech sings a song about his own violence. Þarna Lamek að syngja söng sitt eigið ofbeldi He brags about it. og hann montinn He celebrates the violence. og hann fagnar ofbeldinu. What was once the tragedy of Cain, Eitt sinn sem var hræðileg örlög Kains, that was murder, grief, and consequence, þá kom morð og það kom sorg og það voru afleiðingar. has become now, just a few generations later, something to boast about it, to be proud Og about. þarna komið bara nokkru kynslóðum síðar ástæða til að fagna yfir. So the trajectory of the humanity is going definitely in the wrong direction. Þannig sjáum við að mannkynið svo sannlega að fara í ranga átt. And Genesis 4 also gives us 2 lineages. Og við sjáum líka í fjórðakaflanum two what? Lineages. Já, lineage, já. Já. Svona 2 kynslóður í gangi þannig í fyrstu Mósebók. The line of Cain, Það kynslóðin sem kemur af Kain, marked by violence, pride, sem bara sem einkennist af bæði glæpum og ofbeldisverkum og stolti. and hearts that are moving further and further from God. Og hjarta þeirra að færast lengra og lengra frá Guði. And the line of Seth, En svo kemur kynslóðin sem kemur af hann og Seth, Set, where we are told og þar okkur sagt að that for the first time people begin to worship the Lord. það var í fyrsta skipti sem fólk fór að tilbiðja Guð. So you can see 2 trajectories here, Og þarna sjáum við sem sagt 20 í gangi, 2 ways of being humans. 2 leiðir við það að vera mennskur. And these 2 ways will collide in a moment. Og þessi lífstíl á báða vegu munu hittast á einum tíma. So by the time we reach Genesis chapter 6, Þannig að þegar við komum að 7. kafla í fyrstu Mósebók, the situation has reached a breaking point. að þá staðan orðin alveg óbærileg. Open your Bibles in Genesis 6 verse 5. Förum í 7. kafla í fyrstu Mósebók, vers 5. It says, the Lord observed the extent of human wickedness on the earth, and he saw that everything they thought or imagined was consistently and totally evil. Drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en ílska alla daga. Notice the language here. Takið eftir tungumálinu sem notað hér. Every thought, Hver einasta hugsun, every imagination allt sem þeir ímynduðu sér, is totally evil, bara illt, are consistently evil stöðugt illt, all the time. allan tíman. This is not a description of people making simple mistakes Hér ekki verið að tala fólk sem gerir svona eitthvað mistök við og við, or people struggling with temptation. eða fólk sem að berjast við einhverjar freistingar. This is a description of humanity that has become fundamentally and totally turned away from God. Þetta mannkyn sem hefur algjörlega og fullkomlega snúið baki við Guði. They don't have desire at all of allegiance or God's allegiance. Hafa akkurat engan áhuga á að vera með Guði í liði. So what's God's response? Hvernig that. svarar Guð þessu? Verse 6 of Genesis 6. Förum í 7. versið í 7. kaflanum. So the Lord was sorry he had ever made them, the humanity.
and put them on the earth, it broke his heart. Þá yðraðist drottinn þess að hann hafi skapað mennina á jörðinni og honum sárnaði það í hjarta sínu. In another version, instead of it broke his heart, it says it grieved him to his heart. Í öðrum biblíu þýðingum stendur að hann var mjög sorgmæddur. So God grieves. Þannig að þá vitið það, Guð hann getur sýrt God is troubled. og hann getur fundið fyrir svona áhyggjum og sorg. And God's heart is broken. Og hjarta drottins var brostið. And now this is important, not just for the Noah story, Og þetta mikilvægt, ekki bara fyrir sögunum Nóa, but how, for us, we understand God in the whole Bible. en fyrir okkur hvernig við getum skilið Guð í gegnum alla biblíuna. The God of the Bible, the God that I and you believe, Guð biblíuna sem við trúum á, þú og ég, He's not a distant God at all. þetta er ekki Guð sem er fjarlægur Guð. He's not a philosophical abstraction, you know, Hann er ekki einhver heimspeki hugmynd, sitting above the universe, indifferent what happens here. sitandi einhverstað lengst upp í alheiminum og skiptir sér ekki af því sem er í gangi hér. So the God of the scripture is a God who is genuinely moved by the actions of human beings. Guð í ritningunni er Guð sem er snortinn innilega af því sem er að gerast hér. He's a God who is affected by our own action. Og hann verður fyrir áhrifum á okkar eigin hegðun. God sees evil and he's not indifferent to it. Guð sér ílskuna og honum er ekki sama. God sees suffering and he's not unmoved by it. Hann sér þjáninguna og hann er svo sannarlega snortinn. God sees the corruption of his creation and his heart is troubled. Hann sér spillingu fólksins og hann hefur áhyggjur. This is what I mean when I said that the covenant requires vulnerability. Og þess vegna er ég að segja að sáttmálinn hann krefst þess að við séum svona viðkvæm. God has opened his heart to his creation. Eða svona einhvern veginn svona opnum okkur. He has entered in a relationship with humanity. Því að Guð hefur myndað samband við mannkynið. And because of that, what we do, what you do, matters to him. Og þess vegna er að það sem við gerum, ég og þú, það skiptir máli fyrir honum. The evil of the world is not just a moral problem. Þessi ílska í heiminum er ekki bara einhver siðferðisleg spurning. It's a relational problem. Þetta er vandamál tengsl And it grieves the heart of God. og það syrgir hjarta Guðs. Now I draw your attention to something remarkable here. En nú skulum við beina athyglinna að einhverju ótrúlegu. Because how the flood story is written, Svona eins og flóðið hófst, it's written as deliberate echo of the creation story. þá er þetta eins og einhvers konar bergmál af sköpunarsögunni. So, in Genesis 1, God looks at everything that he made and he says, okay, this is good. Og í fyrsta kafla fyrir fyrsta Mósebókar þá lítur Guð á allt sem hann skapaði og hann sagði, þetta er gott. In the creation, the Spirit of God was hovering over the waters. Og á fyrsta deginum þá sveif andi Guðs yfir vötnunum. In the creation, God brought order, life, and beauty out of the tohu vavohu, the chaos. Í sköpunarsögunni þá kemur Guð með skipulag, líf og fegurð út úr óreiðunni. And the story of the flood, En saga flóðsins God see og Guð sér that everything was evil. að allt var orðið illt. Instead of the Spirit of God hovering the waters, is the ark who hovers over the waters. Staða fyrir að andinn svífir við vötnunum þá er það örkinn sem siglir af vötnunum. And instead of God bringing order, life, and beauty, Og í stað þess að Guð væri að koma með skipulag, líf og fegurð, God brought order, life, and beauty back to chaos, back to tohu vavohu. og þá breytti Guð þessu skipulagi, lífi og fegurð aftur yfir það að vera óreiða. So the flood is kind of a reverse of the creation. Þarna er flóðið í rauninni akkurat öfugt við sköpun. And this is God is pressing a reset button. Það er eins og Guð Of the sé að íta á takkan þar sem maður á að endurtaka. But not because he gives up, Ekki það að Guð hafi verið að gefast upp,
Not because the corruption had become so complete that something radical was required. Ekki endilega út af því að ílskan hafi verið svo mikil að það þurfti að gera eitthvað róttækt. In at the center of this reset, of this undoing, En þegar hann einmitt að endurnýja allt, there's one man, Noah. þá hann einn maður sem heitir Nóa. Nói. Why Noah? Af hverju Nói? Let's remember Skulum muna that since the curse that God imposed in humanity in Genesis 3, að eftir að Guð lesi upp bölvunina sem að kemur fram í þriðja kafla fyrstu Mósebókar, together with the promise that the seed of Adam would crush the serpent's head, með þessu loforði að sæði Adams myndi merja höfuð snáksins, there was always the expectation þá var þetta alltaf þessi von of when his descendant would come. að hvenar myndi þessi afkomandi koma. And with Noah, it was no exception. Og fyrir Nóa var þetta ekkert alveg eins og hjá öllum hinnum. Open your Bibles in Genesis 5, verse 29. Fyrst ferum í fyrstu Mósebók 5. kafla 29. Now Lamech, or another Lamech, Noah's father, Núna annar Lamek sem að faðir hans Nóa. now he gave the name of Noah, and here is the explanation why he gave the name of Noah. Og hann gefur Nóa nafn þegar hann fæðist og hér ástæðan fyrir okkur Nói fær þetta nafn. Verse 29 says, Lamech named his son Noah, for he said, may he bring us relief from our work and the painful labor of farming this ground that the Lord cursed. Hann segir, þessi mun hugga oss í erfiði voru og striti handavorra jörðin sem drottin bölvaði bakar oss. So, Noah, in Hebrew, Þannig að Nói í hebreskunni, it's a name that sounds like relief or comfort in Hebrew. að þá merkir Nói það að vera léttir eða huggun. And also resembles a lot of the word Noah, Og líkist mjög orðinu Nóa which means rest, which we saw in the episode of creation. sem þýðir hvíld sem við sáum líka í sköpunarsögunni. So there was this expectation that Noah Þannig að það var þessa væntingar til hans Nóa could bring this so dreamed of rest from the curse. að hann myndi koma með þessa hvíld frá bölvuninni. But obviously God did not choose Noah because of the name. En Nóa var ekkert valinn vegna þess að hann var með þetta nafn. So in the text introduces Noah with a beautiful phrase in Genesis 6 verse 8. Ef við förum í 7. kafla 8. versið þá verið að tala Nóa þar. He says, but Noah found favor with the Lord. Og þar kemur fram að Nói gekk með Guði. Favor, grace. Á ensku þetta favor eða náð. Noah did not earn this position. Hann vann sér ekki inn þessa stöðu. He found favor. Hann bara fann þessa, Guð, it's difficult to translate to Icelandic, it's different in It was Icelandic. given to him, this favor, this Já, grace. þess að Nói fekk þetta gjöf, þessa And náðgjöf. this is important, really important. Þetta mjög mikilvægt. Because the whole story of the covenant with Noah Því að öll þessi saga sáttmálan við Nóa is not a story about a righteous man who deserved to be saved. ekki saga réttláta mann sem átti það skilið að fá að bjargast. It's a story about a God who chose to extend grace. Þetta saga Guð sem tók þá ákvörðun að gefa náð. Every time that we are reading the Bible, Hvers skipti sem við lesum Biblíuna, if we are not seeing God as the main character, ef við sjáum ekki Guð sem aðalsöguhetjuna, we are reading it wrong. þá erum við ekki að lesa Biblíuna rétt. So, Genesis 6 verse 9. Förum í 9. versið í, excuse me, I was reading the wrong verse. Já, ég átti að lesa 8, en Nói fann náð í augum drottins. Svo erum við komin í 9. versið. Genesis 6 verse 9 says like this. Noah was a righteous man, the only blameless person living on earth at that time, and he walked in close fellowship with God. Þetta saga Nóa. Nói var maður réttlátur og vandaður á sinni öld. Nói gekk með Guði. So Noah walked with God. Þannig að Nói gekk með Guði. The metaphor, walking with God,
Nú þetta að segja Nói gekk með Guði suggests this intimate communion with God. þýðir að hann hafi átt mjög náið samband við Guð. It reminds of Adam and Eve's experience in the garden Þetta minnir á upplifun Adams og Evu þegar þau voru í aldingarinu. and would characterize the life of Noah, Og þetta einkenndi líf Nóa. the only human to whom his phrase was applied. Og þetta eini einstaklingur sem hefur fengið þennan titil. Ellen White even says that the connection that Noah had with God made him strong in the strength of infinite power. Og við sjáum hérna úr bókinni Patriarchs Prophet, ættferð og spámenn, að tengsl Nóa við Guð gerði hann sterkan í þessum styrk sem að kemur frá eilífum Guði. So in the book of Psalms, walking with God means life and prosperity. Já, það að ganga með Guði stendur í sálmanum, þetta gefur líf og þetta gefur velgengni. The expression walk with God used by the prophets Það að þetta orðatiltæki að ganga með Guði sem að notað af spámennunum, they used to highlight the ethical choices that was appropriate. að þá verið að undirstrika þá valmöguleika sem maður hafði. And because Enoch, remember Enoch, Munið eftir Enok, he walked close with God, he took him to heaven. hann gekk með Guði svo nálægt að hann var tekin upp til himna. And God invites Noah into his plan. Og Nóa boðið að koma inn í slíkt samband. And you know the story, he tells him to build an ark, Og við þekkjum söguna, Guð bað Nóa að byggja örk, gives him the dimensions, the instructions, the timeline. gefur honum bæði tímamörkin og líka hlutföll. So this is a God who speaks to his people, invites them to participate in what he's doing. Og þetta Guð sem að tala við fólk sitt og leyfir þeim að taka þátt í því sem hann að gera. And then God says to Noah, I'm going to put an end to all those people. Og svo segir Guð við Nóa að ég verð að ljúka öllu lífi hér á þessari jörðu. Look in Genesis 6, verse 13. Förum í 13. versið í 7. kaplanum. So God said to Noah, I have decided to destroy all living creatures, for they have filled the earth with violence. Yes, I will wipe them all along with the earth. Þá mælti Guð við Nóa, endir alls holds komin fyrir minni augsýn því að jörðin full af glæpaverkum þeirra. Sjá, ég vil afmá þá af jörðinni. But I want you to notice something really critical here. En þið skulu taka eftir þessu sem mjög mikilvægt. God tells Noah, Það Guð sem segir við Nóa, God gives him a warning. hann gefur honum viðvörun. Think about this. Hugsið aðeins þetta. If God simply wanted to destroy everything, Ef Guð hefði viljað eyða öllu, there would be no announcement, right? þá hefði hann ekki látið neitt vita. There would be no ark. Það hefði ekki verið neinn örk, There would be no preparation. engin undirbúningur. Just like Cain's mark, Alveg eins og Kain fekk þetta merki, the warning itself is an act of mercy. að þá viðvörunin líka miskunn frá Guði. God says, I will destroy. Guð segir, ég að fara að eyða jörðinni. But he says it to someone. En hann að segja það við einhvern. He says it in advance. Hann að segja það fyrirfram. He gives it time, instructions, and a way out. Hann að gefa líka, segja fyrir hvaða langan tíma þetta mun gerast og hvernig maður getur frelsast undan þessari eyðingu. So in the scriptures, the announcement of judgment by God Þannig að í rétningunni þá þessi yfirlýsing Guðs, it's never simply an act of destruction. þá þetta ekki alltaf, þá þetta ekki bara svona einföldur verknaður eyðingar. It's always a door left open. Það alltaf einhver dyr sem opnar. It's God saying, I don't want to do this, but I'm telling you because there is still time. Guð segir, ég vil ekki gera þetta en ég verð og það ennþá tími til að bjargast. And we know, again, the story. The world is filled with the waters. Og við vitum svo að jörðin fylltist vatni. And there's a word that appears in Genesis 8, verse 1 that I want you really pay attention to it. Við skulum fara in chapter 8. Yeah, chapter 8, verse 1. Förum í 8. kaplan, fyrsta Mósebók og fyrsta versið. So the Noah's Ark is already there for 40 days. Og þarna you know. örkin að sigla í 40 daga. And then verse 1 says like this, but God remembered Noah and all of the wild animals and livestock with him in the boat.
he sent a wind to blow across the earth, and the flood waters began to recede. Þá minntist Guð Nóa og allra dýrana og alls fénaðarins sem með honum var í örkinni. Og Guð lét vind blása yfir jörðina svo vatnið sjatnaði. And God remembered Noah. Guð minntist Nóa. Now, before you think this is strange, Áður en þið haldið þetta sé eitthvað einkennilegt, remember that in the Hebrew Bible, munið í hebresku biblíunni the word remember does not simply mean like to recall. að þegar hann segir að þá minntist Guð Nóa, þetta þýðir ekki í hebreskunni, já, hann myndi allt í einu eftir ykkur. It's not about information. Þetta snýst ekki upplýsingar. In Hebrew, to remember means to act in favor of it. Í hebreskunni þýðir það ef einhver minnist einhvers, þá þýðir það að hann ætlar að gera eitthvað gott í hans garð. In the Bible, to remember someone is to turn toward them with intention. Og í biblíunni þegar talað að einhver minnist einhvers, að þá maður að snúa sér að þessum einstaklega með einhver áform í huga. It means I see you, I'm moving toward you, I'm acting on your behalf. Ég sé þig þýðir það. Ég sé þig og ég mun gera eitthvað í þinn garð. And when God remembered Noah, the waters began to recede. Og þegar að Guð minntist Nóa, þá fór vatnið að sjatna. The wind came, the earth began to dry. Og það byrjaði að þorna allt á jörðinni. And this is one of the most beautiful threads in all of Scripture throughout the Bible. Og hér fallegur orð sem að koma í biblíunni. When God remembers his covenant, things change. Þegar Guð minnist sáttmála síns, þá breytast hlutirnir. When God remembered Noah, the waters began to recede. Þegar Guð minntist Nóa, þá fóru vötnin að sjatna. When God remembered Rachel, she conceived a child. Þegar Guð minntist Rakelar, þá varð hún barnshafandi. When God remembered his people in Egypt, he sent Moses. Þegar Guð minntist fólksins í Egyptalandi, þá sendi hann Móse af stað. Whenever God remembers, Alltaf þegar Guð minnist, hope breaks through. þá kemur vonin fram. This brings to me what I believe is the central theological truth of this entire message. Og þarna í rauninni miðpunktur alls guðfræðilega boðskaparins hér. Hope does not arise from what human beings do. Vonin kemur ekki vegna þess hvað mennirnir gera. Hope arises from what God does. Vonin kemur upp það sem Guð gerir. Hope rises from God's movement, not ours. Og vonin rís upp ekki úr því sem að menn að gera, heldur þessu Guð gerir. The world was corrupt and God responded. Heimurinn var spilltur og Guð brást við. The world was full of violence and God moved. Jörðin var full af illræðisverkum og Guð framkvæmdi. Noah didn't come up with a plan to save humanity. Nói, hann kom ekki upp með eitthvað áform til að bjarga mannkyninu. Noah didn't organize a movement or write a manifesto. Hann skipulagði ekki einhverja hreyfingu eða skrifaði einhverjar yfirlýsingar. Noah built what God told him to build and walked with God. Hann byggði bara það sem Guð sagði hann að byggja og gekk með Guði. The initiative is always divine. Og það alltaf Guð sem hefur þetta ferli. And this is exactly why the covenant matters, because when God enters a covenant, Og þess vegna sáttmáli svo mikilvægur því að þegar Guð gerir sáttmála, he's saying, I will be the one who guarantee this to you, not you. og þá segir hann, það ég sem mun ábyrgjast þetta, ekki I'll þú. be the one who holds this together, not you. Ég mun halda þessu saman, ekki þú. I will not wait for you to be good enough. Ég ætla ekki að bíða eftir því að þú verði nógu góður. I will not wait for you to be perfect. Ég ætla ekki að bíða eftir því að þú verðir fullkomin. I will act. Ég mun framkvæma. And when the waters recede and Noah and his family emerge from the ark, something remarkable happens. Og svo þegar vötnin sjötnuðu og Nóa hans fjölskylda komu út úr örkinni, Again, we see echoes with the creation story. aftur sjáum við þá bergmál úr sköpunarsögunni. He says to be fruitful and multiply. Og þar In the honum creation. sagt að fjölga sér. And for Noah, he said to Noah and his sons the exact same thing, be fruitful and multiply. Já, hann sagði þetta í sköpunarsögu, hann segir þetta við syni Nóa líka. It's a new beginning. Þarna nýtt upphaf. It's almost as if the creation is starting all over again.
Það eins og sköpunin að eiga sér stað aftur. The world has been washed clean. Það búið að hreinsa heiminn. And now God is beginning again with this family. Og nú Guð að hefja nýtt tímabil með þessari fjölskyldu. With Noah and at that moment. Með Nóa á akkurat á þessu tímapunkti. But here is one hard truth that the text does not hide from us. En hér erfiður sannleikur sem að Biblían felur ekki fyrir okkur. The human heart has not changed at all. Að hjarta mannsins hefur ekki breyst. After the flood, we see that Noah gets drunk. Eftir flóðið sjáum við að Nói hann gerist drukkinn. His son Ham dishonors him in a disgraceful way. Og sonur hans Ham kemur illilega fram við hann. The family that was saved is still a broken family. Fjölskyldan sem bjargaðist ennþá brostin fjölskylda. The world that was reset is still a world inhabited by broken people. Og heimurinn sem nú settur af stað aftur með fólk sem ófullkomið. And the flood didn't fix the problem. Og flóðið það lagaði ekki þetta vandamál. The water cleansed the earth of that generation of violence. Vatnið hreinsaði jörðina af þessari kynslóð ílskunar. But could not cleanse the human heart. En hreinsaði ekki manns hjartað. This is one of the most honest moments in all of Scripture. Þetta eitt af þessum heiðarlegustu tímabilum eða tíma sem nefndur í Biblíunni. God knows that the solution to the human problem cannot come from judgment alone. Guð veit að þetta vandamál leysist ekki bara með dómi. God knows that it cannot come from a reset alone. Og Guð veit að þetta mun ekki gerast bara því það allt búið til á nýtt. It cannot come from destruction and a new start alone. The problem is inside. Getur ekki komið af eyðingu einni, heldur þarf vandamálið að lagast hið innra með okkur. And the solution will have to come from inside too. Og lausnin þarf að koma hið innra með okkur. And then finally we come with the covenant. Og svo kemur hann með sáttmálan. This is the first time in the whole Scripture that the Hebrew word berit appears. Þarna í fyrsta skipti sem orðið berit birtist í Biblíunni. And it's used here. Open our Bibles in Genesis 9. Förum við 9. kaplan í fyrstu Mósebók. Verses 11 and 13. Vers 11 og 13. It says, "Yes, I am confirming my covenant with you. Never again will flood waters kill all living creatures. Never again will a flood destroy the earth." Minn sáttmála vil ég gjöra við yður. Aldrei framar skal allt hold tortímast af vatnsflóði og aldrei framar mun flóð koma til að eyða jörðina. I have placed my rainbow in the clouds. It is the sign of my covenant with you and with all the earth. Boga minn set ég í skýin að hann sé merki sáttmálans milli mín og jarðarinnar. Now I want to think about what a rainbow is. Nú skuluð hugsa aðeins hvað regnbogi In the ancient Near East, the bow was a weapon of war. Á þessu, til dæmis í Austurlöndum Miðausturlöndum þá var bogi merki stríð. So, when the warrior used the bow, it was for killing. Þannig að þegar var verið að nota bogan, þá var það að nota til að drepa. And when he wanted peace, Og þegar maður vildi semja frið, he lowered his bow to the og ground. þá var bogin lagður niður á jörðina. And look how the rainbow is described. Og sjáu hvernig regnboganum lýst. It's a set in the middle of the clouds Hann settur upp í skýin and pointing upward. og hann beinir okkur upp á við. The bow of God is not pointed at the earth. Boganum ekki beint að jörðinni, It's pointed toward heaven, pointing at God himself. heldur upp til himna, til Guðs sjálfs. So what that does mean? Hvað þýðir þetta? It means that God is saying, if the covenant is ever broken again, Þetta þýðir að Guð að segja að ef að sáttmálinn brotin einhvern tímann aftur, let the judgment fall on me. látum þá dóminn falla á mig sjálfan. I am taking the risk. Ég að taka þessu áhættu. I'm the one absorbing the consequence. Ég ætla að taka afleiðingunum. This is covenant vulnerability at its most profound. Og þarna þessi viðkvæmni á hinn dýpsta máta. God places himself under the terms of his own promise.
Guð, hann fer eftir sínu eigin loforði. God makes himself accountable for the relationship. Hann gerir sjálfan sig ábyrgan fyrir þessu sambandi sem við höfum við hann. And because God's bow is pointed at himself, Og út af því að bogi Guðs honum beint að honum sjálfum, if the judgment for broken covenant must fall on God, og ef að þessi afleiðingar hins brostna sáttmála munu falla á Guð sjálfan, then right here we are already looking at the cross. að þá erum við hér nú þegar að horfa á kross Krists. We are already seeing the shape of the gospel here, right in the beginning. Þarna erum við að sjá hvernig fagnaðarerindi að mótast. So, in the New Testament, Í Nýja testamentinu, Apostle Peter brings the Noah story into the present in our time. að þá kemur hann með sögunans Nóa inn í okkar tíma. He writes in a letter written to the people, they were wondering, Hann skrifar í bréf eitthvað sem að fólk var að hugleiða. why hasn't Christ returned yet? Af hverju hefur Guð ekki komið aftur? Why does evil continue? Af hverju ílskan Is núna? God slow? Guð með seinlæti? Has God forgotten? Guð búinn að gleyma? And Peter points then back to creation and to Noah. En Pétur beinir okkur þá til sköpunarinnar og til Nóa. Open our Bibles in 2 Peter chapter 3, Förum í 2. Péturs bréf 3. kafla, verses 8 and 9. vers 8 og 9. This is a really well-known Bible script passage. Þetta eru vers sem eru mjög vel þekkt. Verse 8, but you must not forget this one thing, dear friends. A day is like 1,000 years to the Lord, and 1,000 years is like a day. En þetta eitt má þér ekki gleymast að þér elskuðu að einn dagur hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. The Lord isn't really being slow about his promise, as some people think. No, he's being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. Ekki drottinn seinn á sér með fyrirheitið, þótt sumir áliti það seinlæti, heldur hann langlyndur við yður, þar hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komi til yðrunar. So the Lord is not slow. Þannig að drottinn hann ekki lengi að hlutunum. The Lord is patient. Hann þolinmóður, langlyndur. And there's an enormous difference between these two things. Það mjög mikill munur á þessu. A God who is slow is a God who has lost track of time. Guð sem með seinlæti, það Guð sem búinn að einhvern veginn fattar ekki hvað tímanu líður. But a God who is patient is a God who is waiting. En Guð sem langlyndur Guð sem að bíða. Deliberately, intentionally, with purpose. Og hann að gera það með ásetningi. Because he wants more people to come home. Af því að hann vill að fleiri frelsist. The covenant with Noah was a covenant of preservation. Sáttmálinn við Nóa var sáttmáli verndar. God promised, I will not destroy all life again with water. Og hann lofar því að hann mun ekki eyða öllu lífi með vatni aftur. And that promise is still in effect. Og þetta lofar enn í gildi. Every single day that the world continues is a day of the covenant being kept. Og hver og einn dagur hérna í My God. heiminum Guð ennþá að halda við þennan sáttmála. And God preserves life not because evil has ceased to exist, Og Guð verndar lífið þó svo að hinu illa hafi ekki lokið. but because the covenant is still open. Heldur vegna þess að sáttmálun ennþá opinn, hann í gildi. So we saw in the first episode that the covenant is a bond. That means berit. Fyrst sáum við að sáttmálinn var þýddi tengsl. In the second, we saw the covenant is responsibility over the creation and over the humanity. Og sáttmálinn merkir að þessa ábyrgð yfir mönnum og sköpuninni. In the last episode, we saw the covenant is vulnerability. Og síðan sáum við að sáttmálinn viðkvæmni. And today, we see the covenant is preservation of life. Og hérna sjáum við að sáttmálinn merkir að vernd lífsins. So we have walked through a world of corrupted evil, where Lamech boasts about murder. Og þarna sjáum við sjáum í dag það sem að ílskan fekk að vaksa og Lamek monta sig af að vera að drepa fólk. We have seen a God who grieves.
Við sjáum drottin Guð sem að syrgir, a God who warns before he judges because warning is mercy. Guð sem varar við því að viðvörunin miskunn. We have seen a God who remembers and whose remembering equals salvation. Og við höfum Guð sem minnist og það að minnast þýðir frelsun. And we have seen that the flood, as terrible as it was, did not solve the problem. Og við sáum flóðið eins slæmt að það var að þá endaði ekki vandamálið. Because the problem is inside the human heart and God knows it. Því vandamálið í hjarta mannsins og Guð veit það. The text of Genesis makes this clear immediately after flood. Já, textin í fyrstu Mósebók mjög skýr og kemur fram strax í lok flóðsins. It says the human heart is still bent toward evil. Og Guð segir hjarta mannsins lengir of mikið eftir hinu illa. But here's a God that we worship. He knows that the flood doesn't solve it, and he makes a covenant anyway. Og hann veit að flóðið leysir ekki þetta vandamál og gerir þar alveg sáttmála. He knows that human beings, we will fail again. Við vitum að við mennirnir munum bregðast aftur. And he hangs his bow to the clouds anyway. Og hann bendir bóganum upp til himins aftur á sig. He knows that the problem will require something more radical than water. Hann veit að vandamálið þarnast einhvers mun róttakara heldur en vatn. The rainbow is not the end of the story. It's the beginning of a promise. Og regnboginn ekki endi sögunar heldur þetta upphaf loforðs. A promise that God is working towards something. A promise that the solution is coming. Loforð að Guð að gera eitthvað og vandamálið, lausn vandans að fara að koma. And it will come from him, not from us. Og það mun koma frá honum, ekki okkur. Not from our efforts. Ekki frá því sem við erum að gera. When the prophet Jeremiah, centuries later, speaks about the new covenant, Svo þegar Jeremía talar síðan meir nýja sáttmálan, he talks about this in Jeremiah 31, verse 33. þá hann að tala þetta í Jeremía 31-33. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law with them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. En í þessu skal sáttmála minn fólkin vera. Sá ég gjöru við Ísraels hús eftir þetta, segir drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita það á hjörtu þeirra. Og ég skal vera þeirra Guð og þeir skulu vera mín þjóð. He's promising that a covenant will be not written on stone tablets anymore. Hann að segja okkur að þessi sáttmáli mun ekki vera skrifaðar á steintöflur, But at the human heart. heldur á mannshjartað. A covenant that will actually change us from inside. Þetta sáttmáli sem breyta okkur hið innra. God has always been moving toward us. Guð hefur alltaf verið að færa sig nær okkur. The ark was just one step. Örkin var bara eitt skref The rainbow was just one sign. og regnboginn var bara eitt merki. And of course, the story doesn't end at Genesis 9. Og sagan, henni líkur ekki þarna í 9. kafla fyrstu Mósebókar. It's building towards something. Þarna verið að byggja upp eitthvað grunn, It is building towards someone. byggja eitthvað að einhverjum. And the invitation always has been is the same. Walk with God. Og boðið hefur alltaf verið það sama, gangið með Guði. Not perfectly, Ekki á fullkominn hátt, not without stumbling, ekki án þess að falla, but walk. en gangið. Find favor as Noah did. Og finnið náði drottins eins og Nói gerði. Not because you earn it, Ekki af því að þú það skilið, but because God extended it to you. heldur vegna þess að Guð að gefa þér þetta. And trust that the God who remembered Noah Og treystu því að Guð sem myndist Nóa will also remember you. mun einnig minnast þín. In Jesus' name, I pray. Í nafni Jesú Krists ég bið, amen. Við þökkum Gústaf og innilega fyrir þessu frábæru ræðu. Það er gott að eiga Guð sem þolinmóður, kærleiksríkur og langlyndur. En við skulum enda á sálminu númer 432.
Dear Heavenly Father, Faðir, I just want to ask you mig langar að biðja þig, to give us the wisdom and the faith gef okkur þessa visku og trú to walk with you, sem við þörfnumst til að ganga með þér, to develop a relationship with you. til þess að þróa samband við þig. And that in spite of our flaws, Þrátt fyrir galla okkar, you committed yourself to keep the covenant. að þá ert þú tilbúin til að halda þennan sáttmála. You paid the highest price for us, Þú greitir hið hæsta gjald fyrir okkur, to be with us throughout the eternity. svo að þú getur verið með okkur alla eilífð. And that the story of Noah Og þessi saga hann Nóa, reminds us megi hún minna okkur á that it's always you who takes the first step. að það alltaf þú sem að tekur fyrsta skrefið. The initiative is always from you, Frumkvæðið kemur alltaf frá þér and you are waiting every day for our response. og þú býður eftir okkar svörun á hverjum degi. And with the priestly blessing, I Og went með this. blessun, henni prestlegu blessun, May the Lord bless you and keep you. megi Drottinn blessa þig og vernda þig, May the Lord smile on you and be gracious to you. megi, I don't have this, megi Drottinn lyfta sín augliti yfir þig, And may the Lord show you his favor and give you his peace. megi Drottinn gefa þér þinn frið. Amen. Amen. Þá vil ég þakka kærlega fyrir í dag, þakka Gústaf og Finnars góðu orð, fyrir Elísu fyrir að spila og velja þessa fallegu sálma og Vigdísi fyrir að túlka og tæknimönnunum og takk öllum fyrir og ykkur öllum kærlega fyrir komuna. En það eru tilkynningar. Gleðilegan hvíldardag öll sömul og gaman að sjá okkur öll sömul komin saman hér í dag.